mamma mín, nú sól til viðar sígur og söngvar hljóðna fölva slær á jörð. Þeir fljúga burt húmið yfir hnígur, himinn hvolfið fylltur þakkar gjöf. Það dimmir nú og dökknar hér í heimi. Ó, mamma mín, þú horfin ert mér frá. Í mínu hjarta minning þína geymi. Ég man þig æ og tárin stöðugt væta brá. Ó, mamma mín, ég heyri klukkur hljóma, því hér og nú þungbær ögurstund. Í mínum huga minningarnar rómar. Þú mér ert horfin drottins þíns áfund. Ó, mamma mín, minn hugur harmi sleginn. Nú horfir fram á dægrin tóm og laun. Mín von sú að við hittumst hinum megin og helgum Guði færum okkar dýrðar söng. Kæru vinir, við leggjum stundina í Drottins hendur, við signum okkur og við segjum í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Og förum saman með bæn séra Hallgríms. Vertu Guð Faðir, Faðir minn, í frelsarans Jesú nafni, hönd þín leiði mig út og inn, svo allri synd ég hafni. Kærleikans Guð, við biðjum þig að blessa þessa kveðjustund í húsi þínu. Blessaðu minningarnar sem að þessi stund helguð kæran ástvin, Elsu Jóhönnu Gísladóttur, sem að við nú felum þér, og vertu með öllum þeim sem eigum sárt að binda við hennar fráfall. Blessa fjölskyldu hennar og ástvinni alla, í Jesú blessaða nafni. Amen. Og góðu vinir, nú mun Hilmar Rafn flytja ávarp.
Mig dreymdi hana ömmu núna síðastlega sunnudagsnótt og sagði mömmu frá draumnum og hún vildi að ég myndi segja nokkur orð. Það eru ótal hlutir sem geta rammað inn lífið. Dauðinn þar á meðal. Þessi óumflýjanlegi atburður verður til þess að við sem eftir sitjum förum að púsla saman minningum og brotum úr lífi manneskjunnar og búa til mynd. Myndin af ömmu er falleg og þá má með sanni segja að hún sé einstök. Amma var fyndin og glaðvær og sagði nákvæmlega það sem hún var að hugsa. Við systkinin vorum mjög náin ömmu. Hún var daglegur gestur hjá okkur á okkar yngri árum og þreyttust við aldrei á að heyra nýja lygasögur að því hvernig hún missti puttann eða þegar hún keppti í frjálsum íþróttum á Ólympíuleikunum sem við að sjálfsögum trúðum. Sannfæringarkrafturinn var slíkur að það var ekki fyrr en ég var kominn langt á unglingsaldur að ég gerði mig grein fyrir því að hún hefði aldrei stigið fætinn á hlaupabraut. Þarna er mynd af konu sem þótti vænt lífið. Þrátt fyrir erfiðleika, missi, áföll og veikindi, þá elskaði hún lífið svo heitt að hún vildi ekki hverfa á braut. Ég vil trúa því að stórum hluta er það vegna okkar sem sitjum hér í dag og minnumst hennar. Hún vildi ekki yfirgefa okkur. Fjölskyldan og vinir voru henni allt. Eins og ég sagði áðan, þá dreymdi mig ömmu síðastlega sunnudagsnótt. Ég sótti hana niður á Laugaveg og átti að skuttla henni til Sólarlanda. Við spjölluðum á leiðinni og mér fannst ótrúlegt að jarðarförin var núna á 50 daginn því þarna sat hún við hliðina á mér. Hún var ekki veik, hún var eldhress. Svo beygjum við inn á stóra hraðbraut sem lá svo langt sem augað eygði í átt að stórri grasbreiðu. Það var kvöld, himinninn var heiður og sólin sat lágt beint að augum. Lagið Næturljóð með Emma kvartettinum sem við fáum að heyra hér á eftir hljómaði í útvarpinu. Þetta er svo fallegt lag, sagði amma og lokaði augunum. Hún kunni ekki textann en raulaði með eins og hún gerði svo oft og það gerði ég líka. Og svo fór ég að gráta. Ó, þessir unglingar, sagði amma og klappaði mér á öxlina eins og hún var að sýna æsku minni samúð. Þegar laginu lauk stöðvaði ég bílinn og framundan var falleg strönd með hvítum sandi. Það var logn. Amma steig út úr bílnum og þakkaði mig fyrir farið. Svo lokaði hún hurðinni og gekk ég aftur ströndinni. Mig dreymdi hann aftur nóttina á eftir. Þá vorum við stödd hér í jarðarförinni. Ég geng hérna inn í kirkjuna og sé ömmu standa hérna upp í pontu. Hún var að stjórna eigin jarðarför, algjörlega í essinu sínu. Hún kallaði mig upp í pontu. Ég geng að mömmu sem átti að sjá að prenta út ræðuna, en hún hefði prentað út gamla skólaritgerð. Svo ég stend hérna við púltið og byrja að afsaka mig í þessi án blaðsins. Hvað er þetta? Gargar amma í sínu einstaka hljómfalli og rekur mig aftur niður. Aftur hugsa ég hversu undarlegt það er að við að halda jarðarför fyrir mannesku sem er enn á meðal okkar. Og við það hugsun vaknaði ég. Kannski felst í þessu áminning að amma er í rauninni ekki farin. Á meðan við höldum minningarnar á lofti og rifjum reglulega upp allar ótal sögurnar af henni, hennar einstaka hlátur, kaupæðið, fuglablætið og svo mætti lengi telja að þá lifir hún. Hún lifir áfram í hug okkar og draumum. Þar lifir myndin af ömmu. Nú fáum við að hlýða á lagið Næturljóð með Emma kvartettinum sem amma raulaði með í hennar síðasta ferðalagi í draumum mínum. Upptakan er frá fæðingarári ömmu. Svo ef þið vill getur þetta lag líka rammaði nær hennar. Takk.
Bið ykkur að standa á fætur og hlýða á heilagt guðspjall. Jesús segir, þér eruð ljós heimsins, borg sem á fjalli stendur fær ekki dulist. Ekki kveikja menn heldur ljós og setja undir mæliker, heldur á ljósastiku og þá lýsir það öllum í húsinu. Þannig lýsir ljós yðar meðal mannana að þeir sjái góðverk yðar og vexa með föður yðar sem á himnum. Amen. Gjörið svo vel. Mitt í ræðina ljós, þú
Friður Guðs og blessun sé með okkur öllum á kveðju stund. Já, Guð umvefi ykkur öll, fjölskyldu og vini, við nú sjáum á eftir Elsu Jóhönnu Gísladóttur, sem frá okkur farin eftir farsælt og gott líf. Hún var kraftmikil og dugleg kona sem sáði ríkulega og gaf mikið af sér, og því eru þakkarefnin mörg og minningarnar bjartar. Já, skoðaðu hug þinn, sagði skáldið, og þú munt sjá að þú grætur vegna þess sem var gleði þín. Á kveðjustundu talar umhverfið jafnframt til okkar. Orðin sem hér eru lesin og ljósin sem tendruð eru hér á altarinu minna á þá von sem okkur gefin fyrir upprisu Jesú Krists frá dauðum. Þér eruð ljós heimsins, segir Jesús, og hvetur okkur öll til þess að vera ljósberar, vera gefandi og góðar manneskjur. Höfum það hugfast við kveðjum hér í dag einstaka konu sem svo sannarlega var birtugjafi, fjölskyldu og vinum. Elsa Jóhanna fæddist í Reykjavík 24. janúar árið 1941. Foreldrar hennar voru Gísli Guðni Jónsson og Hafdís H. Rósenberg. Bróðir hennar sem kveður systur sína hér í dag Sigurður Hilmar. Elsa ólst upp í Reykjavík og var búsett þar til 17 ára aldurs. Vinkona hennar frá yngri árum Eygló Guðmundsdóttir. Þær voru nánast eins og uppeldi systur og Eygló alltaf til staðar fyrir vinkonu sína. Stoð hennar og stytta alla tíð, sérstaklega síðasta spölin. Þeirri hjálp munu aðstandendur aldrei gleyma. Eygló segir vinkonu sína í minningargrein: Við kynntumst þegar þú varst 4 ára og ég 5 ára og höfum verið vinkonur í 77 ár. Margs að minnast frá æsku okkar og unglingsárunum, enda alltaf fjör í kringum þig. Má þar nefna ógleymanlegar minningar frá leikvellinum, þar sem nú Vesturbæjarskóli. Við fórum einnig í margar ferðir á bryggjuna út í Örfirisey að veiða marhnúta og kom mynd af okkur á forsíðu Vikunar sem þú síðan gafst mér í afmælisgjöf fyrir nokkrum árum síðan, segir Eygló. Elsa flutti til Akraness og stofnaði fjölskyldu ásamt eiginmanni sínum, Jóni Hjartarsyni, og 3 börnum þeirra. Börn þeirra eru Gísli Már sem fæddur 1958, Hjörtur Gísli sem fæddur 1959 og Jóhanna Sigrún fædd 1962. Þau Jón og Elsa slitu samvistum. Elsa var búsett hér í Hafnarfirði allt frá árinu 1973. Seinni eiginmaður Elsu var Þorleifur Jón Thorlacius en hann lést árið 2004. Þau eignuðust einn son, Harald Thorlacius, sem fæddur 1975. Árið 2008 kynntist Elsa Jóhanna sambýlismanni sínum, Þórði Marteini Adolfssyni, en þau bjuggu í Boðahlein við Hrafnistu. Saman hafa þau átt góða samfylgd og Þórður hefur reynst henni einstaklega vel. Fyrir það þakkað hér í dag. Elsa Jóhanna var góð mamma og reyndist börnum sínum og afkomendum afar vel. Hún starfaði sem sjúkraliði, fyrst á Akranesi, en síðar hér á Sankti Jósefsspítala og Borgarspítalanum í Reykjavík. Hún hafði mikinn áhuga á dýrum, sérstaklega hundum. Hún átti hunda og fugla alla tíð. Síðastliðin 8 ár, eða þar til hún lést, átti hún hund sem sló öllum hinum við. Hún heitir Salka og einstaklega blíð og góð. Að hennar mati sá besti af öllum þeim sem hún hefur átt, en þeir eru óteljandi. Eitt af því sem hún tók sér fyrir hendur á sumrin voru veiðitúrar. Hún hafði yndi af því að standa við vatn, horfa á flotholtið, fara í kaf. Hún átti fínar veiðigræjur sem hún hélt áfram að safna, jafnvel eftir að heilsan leyfði ekki fleiri veiðiferðir. Á seinni árum byrjaði hún að mála og skilur eftir sig ógrynni af máluðu myndum. Hún hafði aldrei gaman af því að keyra bíl, en gerði það ef nauðsyn þurfti. Síðasta bílferðin hennar sem bílstjóri endaði ekki vel.
þar sem hún keyrði inn í verslun og það alla leið að vart sást í bílinn utandyra. Enginn slasaðist sem betur fer, en aldrei settist hún undir stýri á ný. Hún prjónaði mikið og elskaði að lesa bækur. Alltaf var bók á náttborðinu. Eftir að hún missti sjónina sína fyrir 3 árum, þá var mikið frá henni tekið. Elsa var lífsglöð og skemmtileg kona eins og hér kom svo fallega fram áðan. Naut sín vel í góðra vina hópi. Félagslynd var hún, geðgóð og einstaklega létt í lund. Hún var vinamörg og eignaðist vini mjög auðveldlega í gegnum tíðina. Hún hafði næmt auga fyrir því spaugilega í tilverunni. Húmorinn hennar var léttur og hún kunni að spauga. Hrókur alls fagnaðar á góðum stundum. Hún var drífandi kona, vildi ganga ákveðið til verks og klára hlutina strax. Hún var líka gjafmild svo orð fór af. Hún hafði yndi að því að stússast í garðinum sínum, setti upp fuglahús til að laða fuglana að sér. Garðurinn hennar var þakinn fallegum blómum og trjám. Þá var hún mikill safnari og safnaði margvíslegum hlutum í gegnum tíðina. Það sem einkenndi hana voru gen 2, glaðværð og gjafmildi, segir dóttir hennar og bætir við, hún gat aldrei átt pening nema deila honum með öðrum. Elsa Jóhanna treysti á frelsara sinn, drottinn Jesú, í lífinu. Já, hún átti lifandi trú í hjarta sínu sem að skipti hana miklu máli. Hún elskaði gömlu hörpustrengja sálmana og átti nokkra uppáhaldssálma sem að hér verða fluttir í dag og eru fluttir upp á afskekktri hæð og Hann snart mig voru í hópi vinsælla sálma. Elsa lést 11. apríl, 80 ára gömul. Hún varð áttræð í janúar og þá var haldin góð veisla sem að gladdi hana innilega. Kæru vinir, við felum Elsu Jóhönnu, þeim Guði og vald sem í ljósinu býr, og það megum við vita að þar sem englarnir syngja sefur þú, sefur í djúpinu væra, við hin sem lifum í trú, að ljósið bjarta skæra, veki þig með sólamorgni. Far þú í friði, friður Guðs þig blessi, hafðu þökk fyrir allt og allt. Í Jesú blessaða nafni, amen. Og kæru vinir, bestu kveðjur senda ættingjar sem erlendis eru. Kristín Linda, sonardóttir, sendir ömmu sinni saknaðar kveðju frá Bandaríkjunum. Hún var einstaklega góð við ömmu sína og fylgdist náið með henni í gegnum fjarskiptin og talaði mikið við ömmu sína í beinni síðasta spölin. Bestu kveðjur senda Sigrún Rósenberg, frænka og uppeldi systir og maður hennar, Einar Ingvarsson, en þau eru búsett í Lúxemborg. Og bestu kveðjur sendi líka Katarína Einarsdóttir og fjölskylda sem einnig búa erlendis. Hún
Hún ljós mitt og von mín og yndi. Þessi lilja mín lifandi trú. Og þó að í vindunum visni á völlum og engjum hvert blóm og haustvindar blási heiðar með hörðum og deyðandi ró og veturinn komi með kulda og klaka og hríðar og snjó. Þá lifir í hug mér sú lilja og líf hennar veitir mér fró. Þessi lilja mín lifandi trú. Þessi lilja mín lifandi trú. Hún ljós mitt og von mín og yndi. Þessi lilja mín lifandi trú. Við þökkum þér, kærleikans Guð, fyrir ljósið sem að við okkur skín, frá drottni okkar og frelsara og heilugu orði hans. Gefa við megum taka á móti því í hug og hjarta, stefna eftir því í tímans draumi og fá að lokum að hverfa inn í birtu þess á sumarlandinu bjarta. Við þökkum þér á þessari stundu að þú gafst okkur Elsu Jóhönnu. Við þökkum að það góða og fallega sem hún gaf okkur með lífi sínu. Við þökkum gleðina sem að fylgdi henni, allar björtu og góðu stundirnar sem hún deildi með okkur. Já, helgaðu og blessaðu allar góðar minningar ástvina hennar. Styrk þau öll og veit þeim leiðsögn á komandi tíma, uns við söfnumst öll frammi fyrir þér. Við segjum svo saman, Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Látlaust vil ég lofa nafni Jesú, lausn og frelsi veitir þetta nafn frá synd. Meðan fjöldans nafnir falla, mun ég færa nafn hans hjála, og það lýsir mönnum leiðum og greið fjöld. Það leiðin sem við ferðumst yfir öll. Nafn
mér opnast bækur hliðir. Inn ég geng og lít hans augliti undur blíð. Hann sem Kristur Jesus kallast, komur hans í þá mun minnast. Er á Golgata hann gaf upp andann sinn. Svo að gætum ég og þú sem lífið. Nafnið Jesú, fagra nafnið Jesú, fyrir nafnið Jesú á ég líf í dag. Nafnið Jesú, fyrir nafnið Jesú, fyrir nafnið Jesú á ég líf í dag. Gjörðu svo vel að standa á fætur. Af jörðu ertu komin. Að jörðu skaltu verða. Af jörðu skaltu aftur upprísa. Veit henni drottin þína eilífu hvíld og lát þitt eilífa ljós lýsa henni. Hún hvíli í þínum friði. Amen. Gjörðu svo vel. Sumarið kom yfir sæið og sólskínið ljómað bæinn og vafði sér heiminn að hjarta. Ég hitti þig ástin mín bjarta. Og saman við leitumst og sungum með sumar í hjörtunum ungum. Hér ljúfastu lögunum mínum. Ég las það úr augunum þínum og húmi heiðar og vogar. Mun himins stjörnur loga ást okkar yndi og fögnuð. Þótt andvaran söngrödd sé þögnuð og saman við leitumst og sungum með sumar í hjörtunum ungum. Hér ljúfastu lögunum mínum. Ég las það úr augunum þínum. Þótt húmi heiðar og vogar.
meðtakið drottinlega blessun. Gjörið svo vel. Drottin blessi þig og varveiti þig. Drottin láti sína ásjón og lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottin upplyfti sín augliti yfir þig og gefi þér frið. Í Jesú blessaða nafni. Amen. Guði séu þakkir sem að gefur oss sigurinn fyrir drottin vorn Jesú Krist. Við skulum fá okkur sæti og hlusta á lokalagið. Gjörið svo vel. Gjörið svo vel að standa á fætur. Hræðist að þú mun
ástar mín og brosið